4, það föstudagurinn 19. janúar og eftir 9.5 blöður hafið göngu sína á þessum, ég ætla að segja bara ágætis föstudegi. Það langt frá því að vera fullu bátur en það geggjaður bátur, enguða síður. Egill Einarsson ennþá staddur á tenni og Steindi Junior sem að verður aldrei veikur, hann heima veikur og gat við miður ekki mætt hér í dag. En það eru alvöru menn hérna konur á bekknum, Sóli Hólm, Tómi Steindórs, verið velkonir. Takk hérlega. Hvernig eru þið? Aldrei eru betri. Aldrei bara 10,5 en sko bara leið. Ég í þessu mæklu, ég ekki. Já, ok. Hvað eru 13 ára á tökkunum? 13 ára á tökkunum. Já, sko, ég svo vanur hinn. Steindi situr alltaf hinn í sætinu. Já. En ég veit aldrei líka þess að við munum hvort það var EM í handbolta fyrir 2-3 árum. Það var allt í COVID sko. Það Blöðarinn og Hólmarinn. Þú veist, það var alls konar menn að detti í landslið. Þráin, eitthvað sem Þráin Orri var að koma í landslið. Ég þessi Þráin Orri hérna í dag sko. Nei, þú ert eitthvað okkur uppáld. Já, það sko, ég pantaði frá Tóma. Já, einmitt. Já, ég þú pantaði. er aldrei þetta gefni, þú er komið í Blökkastið. Já, Blökkastið en aldrei verið hérna. Og ég er bara með þið sjáu það, ég er með gessa út sko. Aldrei verið hér með 4 og 6 fössari. Já, líka með sko ískaldan með þér sko. Já, algjörlega, og þú ert búin að taka náttúrulega Blökkastið einhvern tímann. Já. Og ert að vinna þig upp í þetta. Þannig að Blökkastið var þá svona eins og landsleikindir, fótboltalandsliðinu sem eru, þú veist, við Færeyjar. Og núna bara og núna sem núna í Bandaríkjunum með eitthvað staðar. Já. Þú ertu komin í stórmóti sko. Nú ertu undirkefni EM bara. Talandi EM, drengir, það var smá þinga. Við fengum okkur afréttir á hann. Við ljúum ekkert að hlustendum. Var ég ekki eini afréttir á hann? Nei, þú varst eitthvað. Ég fekk mér akkurat 1 afréttir á fyrir þátt. Já, ég var bara dett í það sko. Að byrja. Þú varst á fyrsta. Já, ég er á fyrsta og eina. Hólmum okkur í gang. Það var Sóli sagði. Jæja, hólmum þetta í gang. Já, það er frasi. Já, það er að hrynja. Það er hólmaði í gang. Hrynja í það. Það eitthvað bara, við hlóðum aðeins á hann. Eitthvað rikkalegra en að vera að fara á stórmót núna? Sækja punkta. Rikk á leiðinni til Þýskalands í dag. Já, hann gaf það mótið nánast búið. Já, gaf það út á Instagram. Hann var að fara að sækja þessa punkta. Skipta þér einhverju máli þessar punktar núna eða? Já, það er það sem ég ætla að spyrja ykkur. Eigum við einhvern tjens? Er þetta mót búið fyrir okkur? Nei, það er ekki, sko tölfræðilega er það ekki búið. Það er ekki búið tölfræðilega? Nei, ok. Ok, þannig að þetta er bara frekar nett að Rikki síðan. Já, hann er að fara að sækja þessa punkta. Hann getur upplegað bara svona moment sem bíómyndir eru gerðar Já, það er eitthvað svo skrítið samt að fara út í morgun. En ég var Rikki að hlusta, þá bara áfram Ísland. Það er best sem síðastlægir og það verður Rikki. Það verður Rikki ekki, ég lofa ykkur því. Og ekki fyrsta skipt. En það er svo gaman að fara á stórmót og horfa á Ísland keppa. Jó, þetta. Nú varst þú að taka þetta í fyrsta skiptið eða? Nei, ég fara alveg á 3 stórmót held ég. Allt svona stemmingsdæmi, þú hefur búin að prófa það. Ég er búin að, já. Er það ekki? Er eitthvað svona stemmingsdæmi sem að margir hafa farið á? Þú hefur prófað það ekki? Jú, ef ég get fundið einhvers þar bara svona í miðri viku og ég get drukkið á hans að vera dæmdu fyrir það, þá er ég mættur. Þú hefur farið á NBA-leik. Ég farið á NBA-leik, já. NFL-leik. Já. Já, þetta er þú sér það. Premier League, Markov. Já, Markov, meistaradeildina, handboltamót, þú veist, þessi gæi, þar sem er gaman, þar er blöð. Þar mæti ég. Og það er kannski ekki allra að geta tekið þess ákvörðun degi fyrir. Jú, ég ætla að kaupa þetta flug, gistingu, hótel, miða. Já, hann getur og nennir. Já, hann getur og nennir. En þetta var erfið heimferð. Ég held að Steindi, nei, hann hefði alltaf mætt og hann sé þunnur. Hann sagðist verið með 41 gráðu. Er það ekki bara eitthvað hættulegt? Hann á bara að vera á gjörgæslu, held ég. Ég alveg að tala, sko. 42 er bara max hiti sem hefur verið mældur í sögunni í mannsku, sko. Og hann er eini maður sem ég þekki sem er alltaf að mæla sig. Hvað er langt síðan þið mælduð ykkur? Það er langt síðan að þið vissuð líkamshiti ykkar. Ég held að það sé fyrir aldamót. Já, ég veit alltaf að það er styttar sem ég vissi að það eru aðrir einstaklingar sem ég mæli í dag, sko, sem eru börnin mín, sko. Ég sko reynda mögulega hef ég kannski svona, að ég með eyrnamæli, þetta er svo lítið mál, sko. Að ég kannski svona laumaðunum bara, hvort ætli sé 36,5 eða 7. Þú veist, það er yfirleitt undir, sko. En þetta, ef hann er 41, þá veist ég með 42, það er bara þegar þú kólnar eftir það, þá ertu bara, þá er líkið þetta kólnar, sko. Þú bara deyja, það er kuldin sem að fyrir niður þá, sko. Já, hann sagðist að með tæpa 40. Hann er við dauðanstýr. Já, mónandi, við sendum nú batagöður, ég held að sé að hlusta. En það er ekki ef hann er með 41, þá er hann bara í kóma, sko. Svo Steindi á það alveg til að íkja hann, sko. Já, ég vona það, bara þjóðarinnar vegna, sko. Spurður hann að er þetta eyrnamælir eða rassamælir? Hann er með eyrnamælir. Já, hann er ekki af nákvæmur. Nei, það er
ef þú ætlar að vera alveg nákvæmur þá þarf það að fara í bossan. Það er bara þannig, áttu næst þessu. Það var enginn sem að fór hérna oft í COVID-test og steindi. Ég held að hann án gríns farið í svona 15. Það var bara eins og hann fengi eitthvað svona bara út úr þessu að láta stinga þessu upp í nefða á sér. Ég var alltaf að vinna með bara, ertu búin að fara í já, ég er búin að fara í testið. Fór bara aldrei sko. Þú sagði bara, já, ég er búin að fara. Þú þurftir aldrei eitthvað svona vottor. Næ, ég var bara átti eitthvað screenshot. En sko, við erum með rosalega átt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, Egill Einarsson, þó hann sé staddur á Tenerife, þá sendi hann spurningkeppni Gilsarans. Já, því miður. Já, og það er King of Comedy sem að vera keppt í hér á eftir. Við, Sóli, við fórum í klefa. Já. Og þetta var eitthvað sem þú varst mann að biðja fyrir löngu. En svo fattar þú hvað þetta er vont þegar já, mér hefur aldrei liðið vel í þessum klefa. Ég hef náttúrulega oft verið fenginn í að gera alls konar. Já, þetta eru leiðilega sögur. Já, leiðilega sögur og eins og ég segi, ég hef oft tekið klefa. Ég vil þá verið að hringja sem ykkur annar, ykkur eftirherma. Og ég bara þolið ekki að gera þetta. Mér finnst það svo óþægilegt. En ég hugsaði, þetta er heldur bara gaman. En svo bara í miðju símtali fattaði ég, þetta er alveg hræðilegt sko. Mér líður ömulega. Ég er alltaf bara straight upp laug að blöðarann. Blöðarann senda mig kemstu eftir og eru að taka klefa 12:30. Ég sagði, já, ég kemst sko, en ég þarf aðeins að skottast heim. Ég var komin kortir yfir 1 sko. Þú getur ekki klefa. Já, ég get ekki klefa. Og ég er náttúrulega harðastefinu við blöðmaður landsins sko. En þegar ég kemur að klefa, ég get ekki eins og ég skipa. Ég bara spóla yfir klefa. Já, en ég viðurkenni, þegar ég var að hlusta þeim, þegar svona örgulega 5 mánuðum síðan, þá sendi ég á blöðarann, þá heyrði ég þið voru að taka þessar leiðilegu sögur. Og mér fannst þetta svo fyndið, ég sagði, þetta ég var alveg til að prófa þetta. En ég sendi á þetta, næst tekinn til ykkar, þá vil ég fá að taka þetta. Já, en svo er þetta svo erfitt þegar þú byrjar. Alveg hræðilegt. Já, en það eru leiðilega sögur og eftir. Ég er með hvort myndur frekar, nei það er Tommi. Þú ert með hvort myndur frekar, þú veist já, ég er með spá, ég outsourcaði því og ég er komið með allavega 2-3 spurningar, já, í hvort myndur frekar. Þú outsourcaði því? Já, ég outsourcaði á vinn minn sko. Þannig að ég ber enga ábyrgð á hvort myndur frekar. Ég ætla að henda ykkur í þekkið ekki. Þannig að það er klassískur liður og já, það er bara svo ætlum við nú að ræða kynlíf líka, er ekki? Já, það er kjaftaðin kynlíf. Kjaftaðin kynlíf. Já, kaldur og kynlíf, það er ekki alltaf rætt hérna. Er það? Káin 2. Já. En hvernig, sko, ég ætla bara að byrja að spyrja Sóli, hvernig ertu? Ertu ekki góður? Jú, ég er frábær. Sko, þú ert með slúðurhand okkur, þú varst að byrja að skrifa nýja seríu, ekki? Jú, það er sem búið að gefa það út að það er að koma Ice 2. Og ég bara leið og ég kom heim frá Spáni eftir hafa legið þar bara í fleti yfir jólin, yfir áramótin. Þá byrjaði ég bara munstraði beint að fartölunni til þess að gera seríu 2 af Ice og það er það sem ég er að gera núna. Já, fyrir sér hann geggjöð. Já, hún er algjörlega slóð í gegn. Já. Og það er, já, það væri heimskulegt að fylgja því ekki eftir. Hver á hugmyndina Ice Guys? Sko, Jón Jónsson á hugmyndina að Ice Guys. Okay. Og þetta var bara áttið upparlega að vera bara boyband sem gæði út eitt tónlistamindband sem Hannes myndi leikstýra. Já. Og í einhverju ofpeppun. Þá var þetta allt í orðið að sjónvarserju og þá búið að ringi mig og spyrja hvort ég vilja gera handritið og engum leið vel með verkefni þegar farið var að stað. Það var svona, já, ég er til í þetta en eða ekki eitthvað skrítið og ég svona batt mikla vonu við það að síminn myndi bakk út. Bara segði bara, herri, já, þetta er á skrítið, við ætlum að sleppa þessu. En svo þegar við byrjuðum að, þú veist, að skrifa þetta upp og búið til söguna og svona, þá hugsaði, herri, þetta verður bara skemmtilegt. Og þetta er ekkert verið að taka þetta of hátíðlega, skiljið, þetta á bara að vera smá vitleysa og gaman og þetta er ekkit, já, þetta er bara skemmtilegt og rosalega sko breiður hópur sem að fíla þetta og það er bara geggjað sko. Já, og hvernig gengur að skrifa seríu 2? Alveg svakalega vel. Er það að bliga sjúkur, Aron Kahn? Já, það ég ekki sagt það, en það þarf eitthvað að díla við það og þetta er, já, það er bara ímislegt. Við þarfum alltaf fólk að skilja eftir bara með Aron Kahn sem svikara, sem alltaf bara einhver yndislegasti maður í heimi sko og það þarf að vinda hana því. Já, ég hlakka til. Og hvað er þetta á þessu árið? Já, mér skilst að ég að sína þessa seríu í lok árs, já, seinni part þessa árs og það er bara verið að bara, já, ég sit bara sveittur með hérna noise cancelling headphone og skrifa. Já, pressa á þér. Já, en ég elska pressu. Ég elska pressu. Já, þú ert bestur undir pressu, ekki? Ég er einn af þeim. Já, þið líður best. Mér líður best undir pressu, ég er nefnilega þannig. Það er ekki margir. En ég er einn af þeim. Þú ert einn af þeim. Við ætlum að opna þáttinn, drengir. Tommi, hann fekk Óskalag og ég spurði hann hvað er upp á hljómsveitinni, hann sagði Pixies. Við ekki opnið á einu alvöru lagi hérna með Pixies. Törsum þetta, maður sjá. Stop.
Þið fyrir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Við vorum að ræða hér meðan lægi að vera í gangi að Tommi, þú ert aðeins yngri en við. Já. Hvað árgerð erst þú? Já, ég er 91. Þú ert 91. Er ég mögulega yngsti gaurinn sem er komið, eða svo, þú veist, ekki komið, verið með, þú veist, Já, fyrir ég ekki. Pottet, já. Er það ekki, já? Jú, algjörlega. Það er alltaf einhverjum gamli kallar sem komaði. 8 árum yngri en ég, Já. 11 árum yngri en Blöð. Já, og sko 20 árum yngri en Pétur Jóhann, næstu. Já, Já, hann gæti verið pappi minn og það var ekki Leikandi, einhvern það var veginn ekki skrítið. vandræðalegt, sko. Nei, það var ekki skrítið, sko. Einmitt. Þannig að, já, mikill heiður að fá að vera þarna. Þú ert bara pjakkur þegar Blöð byrjar hérna. Hvað ertu gaman þegar FM 95 Blöð byrjar? Það er Tvítur. Hvað ertu 2011 ekki? Já, Tvítur. 91 tvítur. Tvítur. Og náttúrulega við erum að tala 70 mínútur og strákar og allt það, sko. Þá náttúrulega er maður bara gutti að fylgjast með því Já, einhvern veginn, sko. Akkúrat. Þannig að, já, ég Bara ótrúlegt að upplifa þetta með þessi þér. skilaboð 11:38 fyrir hátíð í dag. já, Það er svo. Var í beinni og bara sé bara blöndan, það er svona blöðfrasi. Það er bara einn góður landur sem segir gamli. já. Er skrítið að vera að vinna ennþá með það? Nei, Gamli. Sko, Auði, þú ert á þinn stað, þú vinnur með það sem þið sýnist. Þú ert að segja það, þú ert ekki að spurja hvað þið skrítið eða nett. Þannig ég sé í síman sem þetta er gamli frá Auðumbláð. Ég bara byrja strax að nötra, sko, Já. nötra. Og svo bara Það var ekki bara skjálti að þið værið þunnur. Nei. Hann var nýfarinn sáskjálti. En já, ég fekk. Þú varst orðin stabíl, en Já. þú byrjar strax Svo bara ég gamli frá blöð og já, ég byrja að titra aftur. Já. Hvað fegstu þér marga bjóru við leiknum í gær? 16, sagði það? Það er helviti hart. Já. Það er ekki svona 3-4 einhvern veginn. Nei. Svona út af við, já, þið fegum 3-4 í gær. En jú, og síðir flestir. Það var málið. Líka er ég ætla bara, því ég hef drukkið með þér. Já. Og ég sé bara það bjórin fer alveg rosalega hratt og Tomma. En ég er Það er svolítið eins og að vera með Rikka. Já, Rikki þannig, bara hann tekur svo stóra svopa. Það verður ekki líki skrítin eftir mjög stuttan tíma. Hann er ekki með sama þól og Tomma. Nei, þú sérði ekki breyting á Tomma. Nei. En sko, ég er bara pæli svona að þú ættir að vera faglegur. Það sem er 3-4 fyrir menni svo okkur auðta. Hvað er þá margir? Er það svona 11 fyrir þér? Já, 8-9. 8-9, já. 8-9 þá ertu orðin tipsi. Svona tipsi. Já, en það var smá tipsi, en ég náttúrulega fekk mér bara einn afrittara fyrir þáttan. Já, akkurat. Við viljum að vera í slúðudrengir og þetta er, ég verð bara að viðurkenna að þetta er ekki besti pakkin. Ég var sólum alltaf kröðust þess að fá bara full blöð experience. Við viljum fá slúður, við viljum fá sturlaðar. Ég er með sturlaðar staðarindir á þetta. Það er sérstaklega fyrir því, Tommi. Hei, það er fyrir liður, sko. Er bólaskítur? Það er bólaskítur. Er ein horse manure? Já, ok, það var ekki leið. Sko, Justin Timberlake eitti öllu af Instagraminu sínum daginn. Hann er núna að gefa út að það er komin í plata fyrir okkar manni. Ertu ennþá bara dálítið fastur? Það er alltaf Britney eða Justin Timberlake. Þetta er bara eina sem er í slúði. Hann er að fara að gefa út plötu og ætlar að fara í tónleikaferðalag. En sko, fólki kringum hann er stressað bara hvernig salan verður, því að okkar maður er búin að vera í vesinn eftir Britney dæmið allt saman. Hún gaf út bók og það fór ekki vel með spilaði þetta á Íslandi. Já, hann var þetta með geggjaða tónleika. Tók bíl með sér. Þannig að fólk er alveg að taka mark á Britney. Já. Af því að hún alltaf, sko, ég var að followa hann á Instagram. Já. Og ég held rosa með henni, skilur, ég vildi að hún myndi losna undan þessari ánauð bara. Það er Team Britney. Já, Team Britney, algjörlega. Og svo var ég bara, fannst mér bara svolítið óþægilegt að fylgjast með henni á Instagram, sko, einhvern veginn, mér var þetta svo samhengislaust og skrítið að ég held ég hef ekki vilja sýna þá óvirðingu og unfollow hana, ég held ég hef mjútað hana. Mjútaðu? Já. Eru þið duglegir í því? Er það að mjúta? Já, mjög. Nei, ég bara mjúta ekki neitt. Það er svona 4-5 sem ég er ekki með mjútað. Þannig að ég er bara virkur á Twitter. Já. Og það er the Twitter experience að mjúta ekki leiðilega fólki. Það er það kontentin sem ég vil. Ég er mjög marga mjútaða þar, sko. Já, ég líka. Ég hík ekki að mjúta það. Ég er ekki með neitt mjútan á Instagram. Ég er með mökka fólki, sko. Mökk. En það var náttúrulega skrítið vídeo þegar hún var með hnífana þarna á Britney. Já, það var óþægilegt eitthvað. Já, það var skrítið. Já. Herðu, svo er það sem er bara endrast fjallum. Ég var búin að vara ykkur við, þetta er ekki góðu pakki. En það er verið að tala um að þau Taylor Swift og Travis Kelce, ég er búin að lesa þetta rétt, sé bara trúlofa sig. Það er NFL-stjarnan þarna. Það er þetta stórt fyrir Hólmaran.
Veitu okkur Nei, ég veit ekki Bara svona, já, ok Þú varst svona pínu NFL-nörduð ekki? Nei, ég veit ekki neitt. Ég horfi bara á Super Bowl með Baldri sem tekur alltaf mynd eins og hún sé bara eins og hann kosti svona 800 milljónir. Þú veist, hún er svo flott, sko. Og sko, ég kann reglurna núna, svona allavega skilji 70%. Og það er bara því að Baldur, hann horfi með manni og hann er ekki trættur það að vera að kenna mann eitthvað sem maður veit. Hann bara segir manni allt. Bara svo að núna sem sagt eru búin að gera touchdown og fá þeir að taka skot þarna utan að velli. Já, fyrir 1 stig, fá auka stig og eitthvað svona og hann talar í gegnum þetta reglurnar. Hann hefur gert það svona í gegnum svona 4-5 Super Bowl leiki og þá er ég svona farin að skilja þetta. En ég horfi eiginlega bara á, stundur kannski óvart horfi ég á 2 leiki, þú veist, í aðdragandanum. Þannig ég er ekki NFL-nörd, langt í frá. Ég get það ekki. Nei. Af því ég þarf að fylgjast með NBA. Og ég fylgist með Ertu að horfa á þetta alltaf á nóttinni bara? Já, ég er svona stundum slísast í leikina sem byrjaði miðnætti. Það er kannski fyrri og ef hann er spennandi og kláraði hann. Já, svo ertu mættu bara í útvarpi á morgunin. Já, svo get ég ekki verið að standi því einhvern veginn hann fylgist líka með Premier League að standi því að vera líka að horfa á NFL af því það er, þú veist, allt annað dæmi. Já. Sko eins og fantasy NFL sko. Já, ég hef aldrei dottið í það. Nei, það er ekki allra sko. Ég get ekki réttlætt þetta með mínu fjölskyldu. Það er svolítið þannig. Þú sagði mér líka á hann þetta rétt fyrir þátt að svona þinn helsti ókostur er góð manneskja. Já, það er svona hefur verið að hrjáða upp mikið í gegnum tíðina, já. Jú, svona ef það er eitthvað sem hefur svona verið minn akkilsarhæll þá er það ég er trúlega of góður í mörgum tilfellum. Erður lokaslúrið, það er af Arnold Schwarzenegger. 3 mólar. 3 mólar, alltaf 3. Allir góði líka. Já, það er ekki búið að vera hálfslappi baki. Þetta er búið að vera drullu gott. Ég lakka bara til að heyra 3, sko. Já, og það var bara, sko, Arnold Schwarzenegger, hann var handtekinn á flugvöllin með München sem ég var einmitt á bara í gær. Og ég hefði getað hitt kallinn, ég hefði hendi huge fan að ég sé hann. Það verður að tekja selfie með hann. Ég hef rætt þetta, það er bara eitthvað að mér. Hafði ég sé hann, eins þunnur ég var á flugvöllin í gær, ég var mjög lítill. Það var svona cirka 3 cm á leiðinu heim. Það er þannig, já. Fekk mér samt afréttara. Já. Því að bara nefndi ekki að vera að deyja á þingu að ég hefði alltaf hlaupið að Arnold Schwarzenegger og sagt finna eða fótó. Heldur utanum þessa myndir? Já, þetta. Hver er frægast þessi bát selfie? Það er sikkert Beyoncé. Núna líður með pínu sem sé að trolla mig. Nei, sko, ég veit að þetta er algjör veiki, sko. Já, nei, sko, ég veit að þetta er aðlægt, sko. Þú veist, það eru staðirindir sem þjóði veit að þú far mynd með öllum frægum, þú veist. Ég ræðst á þetta lið. Já, ræðst á þetta lið. Já. Og ég var bara að pæli, þú veist, er haldið utanum myndirnar, þannig að þú veist, skilur það er, þú varst mantalega með filmuvél með fyrstu myndirnar, ekki? Já, nei, ég á það ekki. Nei. Þetta er allt bara að vera tekið á síma. Það er ekki að gera. Það er enda líka sko að því að eftir að þú ert komin inn, þú hafðir svo mikið aðgang að stórstjörnum í gegnum fríkað úti og það. Já. Þú veist þannig að þá náttúrulega ertu komin, þá eru svona digitalmyndavélar og er það að því að það er ekkit sem að maður týnir meira heldur en myndir sem voru tekna kring svona 2000 til 2008. Það er oft kallað bara the lost era sko. Já, áttu þær til? Nei. Þannig að þú og Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Enga myndir. Já, það er allt tínt. Já, það er Ég held að besta sem kom fyrir til dæmis Eðsmára var að social media var ekki komið þegar hann var í Barcelona. Já, þá hefði ég held ég bara ekki tengið að fara aftur út. Ég er bara hreinskilinn. Það var Schwarzenegger bara að rippa í bangið hann var tekinn af því að hann var með eitthvað rándýrt úr sem kostuði tæpa 6 milljónir og hann var ekki búinn að bara láta vita eitthvað. Þetta er allt stórfurðulegt. Já, þetta er eitthvað skattamál. Já, en þetta var samt úrið, hann var að fara með þetta eitthvað góðgeradæmi í Austuríki, þannig að þetta er allt voða skrítið, en hann var sleppt eftir 4 tíma og hann var ekki sáttur og lét tollverðin að heyra það. Ég myndi, veist, Arnold Schwarzenegger. Já, trúum að ekki bara hann hafi mætt með þetta úr eða? Já, þetta er bara sjokkir að sjá hann með 6 milljónir úr. Hvað er aðeins skotunum festu þetta úr? Nákvæmlega. Þannig að, já, hann var handtekinn í München en sleppt eftir 3 tíma. Þetta var slúðurpakki dagsins. Takk fyrir það. Já, hann var ekki nógu sterkur. Sjáu þið, gæsahúð. Við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að fara í klefa sem við Sóli tókum upp fyrir í dag og þekki eða ekki sem að getur orðið veisla. Það er þeirra fyrsta hér á FM 95 á FM 957 og já, drengir, nú vorum við að fara í svona smá kósi stemmingu. Jón Jónsson er að fara að detta hérna á fónin og GTRN, það er þekkið ekki. Þeir kunnir reglur. Kunnum við reglur sem hlustendur. Hvorum við prófaði þetta áður? Hlustendur og aðdáendur. Jú, ég hefði náttúrulega prófað þetta einu sinni. Þá fekk ég blöðaran
til þess að koma í X97 stúdíu og vera með þekki eða ekki Já, á mig og Ingimar Helga. Já, flugvélina? Já, litlu flugvélina. Þannig að nú spyr ég, hvor ekkert ætlar að fara út á undan, hver ætlar fram? Sko að því að Tommy að upplöfut allt í fyrsta skipti. Þú veist, þá ég að pæli að leifa honum líka að vera á undan í þessu ef það er ekki honum á móti skapi að þú fáir þess að byrja að svara. Ég fyrir fram. Þú hoppar á prentaran? Og já, er það ekki? Ég maður að býða við prentaran eða? Svolítið reglum. Það var sem við talaðum að fá the full blue experience. Já, það prentaran, en þarna millið. Það var hér, já. Ég fyrir bara prentaran. Já, hoppar á gangan. Yes. Herðu, þá byrjum við á Tommy Boy. Já. Sóli þarf að fara, ekkert svindl. Nei. Sjáumst þetta. Herðu, fyrsta spurning. Já. Hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1-10? Hversu svalur ég skalanum 1-10? Finnst þér þú svalur? Já, ég ofta rempast við það, sko. En já, það voru það kannski meira, sko, fyrir mjög svona nýshóp, sko. Að hlusta á kannski einhverja svona svala tónlist, sko, sem kannski margir hafa ekki heyrt í, sko. Það var svona lauma því að og það þarf að vera X-svalur sem að vinna á X97. Þannig að já, Þú ert harður? Ég harður, sko, og hvað ætlar að gefa þér? Ég ætla að gefa mér 8. 8? Já, ég rempist við þetta reglulega að vera svalur, sko. Sko, þessi ég veit ekki hvort að ég held ég veit svarið, en hvor myndi vinna í slag, þú eða Sóli Hólm? Já, þetta náttúrulega ekki spurning, sko. Myndur þú berja hann? Ég tæki Hólmaran, sko. Þetta bóndabæja, rókun og ég náttúrulega með grunn í Muay, sko. Í alveg? Já, ég með Muay grunn. Ok, hann ætti aldrei breyk. Nei, og hvað, já. Því að eigi ekki svona 57 kíló á Hólmaran, 20 centimetra. Já. Þannig að nei, þetta er ekki spurning. Þetta er ekki ég veit að Hólmaran er sammála því, en já, þetta er ekki spurning. Ég tæki Hólmaran, ég myndi ekki hika við að berja hann í klessu ef þess þyrfti. En ertu gammal slagsmálahundur? Nei, ég stundi Þú ert samt, sko, helluð þig ekki? Jú. Ég var mikið bara ekkert sveitaböll og eitthvað svona? Jú, sveitaböll, en ég var svona meira á kantinum að horfa á, sko. Kannski eitthvað svona æsing að gelta. En slagsmálum tók ég ekki þátt í. Ég hef einu sem verið lamin, sko. 800 bara á Selfossi. Áttu það skilið? Nei. Bara alls ekki, sko. Ég hef nú rætt þetta við Krispend Axel. Þetta var Krispend Axel og hans vinir sem Nei, það er málið. Já, ekki hann sjálfur, en vinir hans tóku mig og lömdu mig að ástæðuleysu, alveg harkalega. Ég var típan, sko, ef ég var með eitthvað svona með mér. Já. Veist að þá var ég svona að rífa kjaft vitandi að svabbi og eitthvað myndir svo bara sjá þetta. Já, þú varst með svabbana. Jú, maður var alltaf að rífa kjaft, sko, og gelta. En þegar kom hann nefasamlökum tók ekki þátt í því, sko. Nei, en hvað mútæk, hvað hefur það lengið það? Nei, við tókum eitt sumar í Tælandi. Það voru við mútæk kampi. Vel gert. Þannig að já, olbóðnir, þeir eru beittir. Já, það er næsta. Hvaða líkamspart af Sóla myndur þú taka yfir? Þú mætti taka, hérna stendur hann, við prentar hann. Ég er að horfa á hann hérna. Hvað af Sóla myndur þú taka þú mætti skipta? Sko, nú alltaf Sóli, náttúrulega fyrst og fremst frábær manneskja. Já, hann vil meina að sé hans helsti kalli hvað hann er góð manneskja. Já, hann er frábær manneskja, en kannski líkamlegir eiginleikar Sóla. Það er ekkert sérstaklega miklir, sko. Nei. Þú veist, Hvað ætlar að taka? Ég verði að taka eitthvað. Já. Ég tak ekki, og Hjörvar kom inn á það hérna, því ég var í blöðkassanum árið, sko. Því tak ekki kissulegu varirnar. Kissulegu varirnar? Já, varirnar af Hólmarunum. Varirnar, já. Þá er það síðasta. Hvað við þig heillar hitt kynið fyrst og fremst? Einn þægileg hérna. Já, einn skemmtileg. Hvað er styrkleikin hjá Tómanum? Ég held að ég er 1.95. Það hefur fleitt manni langt, sko. Já. Og ég hugsa átt út í að eins og Hólmarinn, hvað hann hefur náð langt verandi kannski 1.68. Er Hólmarinn minn en ég? Ég er 1.79. Hólmarinn, já, hann er tölvert minn en þú, sko. Þannig að ég myndi ekki taka hæðina. Já, þú veist, það er sem hitkynnið, já. Já, hjá þér er það hæðin. Ég myndi frekar, ég hef nú spurt, sko, og hann er bara síðast ekki langt síðan ég spurði Hrafnhildi, sko,
Hvað var það raunverulega? Var það því ég þekki blöðaran? Það spyrjaði með mér að því ég þekki blöðaran einhvern veginn og svoleiðis. Það var ekki málið. Þá var nú bara talað ég væri huggulegur, sko. Já. En nei, þetta er hæðin. Þetta er hæðin? Já, og svona axlabritt, sko. Já, ég set bara hæð. Já. Herru, þá mátt þú hoppa fram og henda Þá hoppa Sóli ég fram, já. Og sjáðu hvað Sóli hefur að segja. Hlustum við aðeins á Johnny á meðan. Kemur hann labbandi frá prentaránum. Stressaður eða? Nei? Þetta er nokkuð þægilegt, sko. Það var ekki? Já. Eitthvað eitthvað svona klám? Nei, ég reyna að minka það þegar strákarnir er ekki. Já. Hafið það aðeins þroskaðara. Átti Tommi bara auðvöld með þetta, það? Hún fannst síðasta pínarfið. Ok. En ég byrja á þér. Ok. Hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1-10? Já, sko, ég held að mörgum mínum mannkostum sem alltaf þessu segi, þá sem að hefur aftur með mest er náttúrulega hvað ég góður. Ég held að svalur, ég held að ég tikki ekki það bóks, þannig að ég myndi segja að ég sé svona 6, 5, 7 sem svalur. 7? Ekki að gefa 7? Jú, segjum 7. Ég held að það sé alveg, er það ekki bara nokkuð faglegt? Jú, ég er sammálaði. Hvorum myndi vinna í slag, þú eða Tommi? Augljósa svarið er Tommi. Hann er miklu stærri og miklu sterkari. Ég þyrfti að púla einhverja svona geðveiki, eitthvað svona dirty, verulega dirty. Bara bíta, sparki pung, bíti pung. Hefur þú lent í slagsmál? Nei, aldrei nefnilega. Og ég mynda mér að Tommi hafi verið berjandi gæja þarna fyrir austan, sko. Þú veist, á okkur töðugjöldum og eitthvað svona, sko, búin að berja fullt að gæjum, sko. Þannig ég held að ég þyrfti að fara á staði sem ég hef ekki farið á og er ekki tilbúin að fara á. Og vilt ekki fara á. Og vil ekki fara á til þess að geta lað með Tomma. Já. Þannig ég ætla bara að segja það, með einu góðum gúmóren myndi Hólmarinn liggja killiflattur á móti Tomma. Þannig að Tommi myndi pakka mig saman. Það er Tommi. Herru, þá er næsta. Hvaða líkamspart af Tomma myndir þú taka? Ef þú eru að taka eitthvað á honum og svissa? Já, sko, ég má ekki segja hæðin. Það er ekki líkast partur, en þú veist, ef ég öfundan einhverju þá var það hæðin, því hann er glæðið svona 2 metrar á hæð. Hvað ert þú á hár? Ég er 1,81. Ok, þú ert stærri en ég. Já, töluvert, sko. Nei, 2 centimetrum. Sko, ég held að, ef ég ætti að velja eitthvað, þá væri, sko, til dæmis svona stendur Tommi hérna fyrir utan, hann sér fyrir, sko, upp fyrir. Hann var að þamba í bjóð. Hann var að gleypa. Og hann sér upp fyrir hérna móðuna á glirinu. Þú veist, hann stendur bara fyrir ofan og horfir beint í augun á mér. Ég sá ykkur bara, þú veist, bara sem móðu, sko. Þannig að hann sér yfir þetta. Hann sér langt yfir. Þannig að ég, sko, ef ég má segja hæðin. Ég ætla að gefa leifa það. Ok, þá vel ég hæðina. Þá var það síðasta. Og það var svona, örugglega erfiðasta. Hvað við þig heillar hitt kynið fyrst og fremst? Svona, ég segi bara, hvar á ég að byrja? Nei, sko, þetta er svolítið erfitt. Ég er ekki svona gæi sem að labba inn á staf og konur snúa þessi í hálslið eða það veit ekki hver ég er. Nei. Skilur þú veist, það er útlist, ég fer ekkert á því, sko. Sem úlingur og svona, áttur þú alltaf kærustu? Aldrei. Aldrei. Ásum eins og ég. Já, ég átti aldrei kærustu og ég komst ekki nálægt í. Nei. Nema þú veist, ég átti kannski kærustu þegar ég var 11 ára. En sem álingsárum og inn í menntaskólaárin ekki séns. Ekkert að gerast. Ekki raskat. Þannig að ég myndi segja, sko, ég keypti með sportbíl, ég held að það myndi hjálpa. Já, ég var á Möstu 387 model. Þannig að það var ekki að virka. Sko, þannig að það er rosa leiðilegt svar. En ég held að það sé bara húmórin, sko. Já. Þú veist, að það er samt svo obvious. Hann mun alltaf giska á það, sko. Já, en ég heimtar hinskilni, sko. Já, annars myndi ég segja brjóskassin. En þá segi ég bara húmórin. Ég ætla að setja húmórin og kassin hérna í svega. Ef hann giskar á það, þá verður vel að gefa hann punkt, sko. Já. Þá kemur hann inn og við förum yfir þetta hér. Sko, það ætti nú að koma einhver stig hérna. Já, er ekki? Jó, maður sjá. S&T hér, allt tilbúið. Verstu ready? Ég er ready. Já, herðu, ég ætla að byrja á þér, Tommi. Já. Ég spurði Sóla hversu svalur ert á skalanum 1-10. Hvað sagði þið Sóli? Sóli. Hversu? Mér veist þetta, drullu Sóli náðan, sko. Já, Sóli er alveg með það. Alveg með þetta. Hvað heldur hann að þessu? Ég held að Sóli setja sig alveg á 7. Það kemur að
7 er hárrétt. Það er hárrétt. Það er komið stig. Ég sagði 6, 5, 7 en ég sagði ákvað að segja 7 bara þú veist það væri, þú veist, hitt væri svona fake humbleness. Já. Því ég veit að þú ert ekkert svona það humble, sko. Nei, og ég heldur upplifum ekki sem svalangur, skilur þú? En 7 er bara svona basic, bara, þú veist, já. Hvað heldur þú Tommi það sett? Hvað gaf Tommi sjálfur sér? Tommi sé Messi hærri, sko, af því að, þú veist, það er gorgir í honum, sko. Ég ætla að segja að Tommi gefur sér 8. Jú, vel þetta vel gert. Það er 1-1. Nei, ég gefur auðvitað. Já, þið þekkist vel. Já, við erum náttúrulega mjög góði vinnir. Við erum trúnaða vinnir og Hólmar. Ég spurði Sóla, ég ætla að byrja aftur á því, Tommi. Ég spurði Sóla, hver vinnur í slag? Eða hvor ykkar? Hvað sagði þið, Sóli? Ég ætla að ég rauninni rétt að vona það að Sóli Hólm hafi sagt að ég myndi taka Sólan og að bara blöð myndi byggja mig það, ég þyrfti að gera það og taki Sóla og myndi berja hann í stöppu bara þægilega. Já, heldur þú Sóla að sagt það? Já, ég held það. Það er rétt, já. Ég sagði sko að ég þyrfti að fara í svo dörti hluti skilur að því að líkamlegu yfirbúrinir eru svo miklir að ég þyrfti að sko bíti í punginu bara þú veist, það var ekki nóg sparkin ég þyrfti að bíti það er bara staði sem ég vil ekki fara á sko og líka þú ert búin að rota fullt að gæjum sko. Nei, ég spurði það, hann er nefnilega engin slagsmálundur. Ég hef aldrei slegist sko. Aldrei? Nei. Var aldrei ráðist á það að þú svo stóð? Já, einu sinni verið lamin. Já, lamin, já, ok. Ég hef aldrei að fyrra bræði verið að kýla fólk. Var það eitthvað svona geðbilagur hólmari bara sem rest á og pakkaði saman? Já, nokkur í stykki. Já, nákvæmlega. Ég hef einu sinni verið kýldur. Sjáu hérna, ég er með svona brú. Ég misti 2 tennur. Þetta er alvöru bara? Á sportkaffi. Bara 1 högg? Já, 1 högg, 2 tennur úr á sportkaffi. Ég held að sé svona botnin í mínu lífi þegar ég var á 4 fótum að leita tönnunum mínu á sportkaffi. Og ekki, þú veist, varstu að rífa kjaft eða þú veist, mannstu af hverju á skildur eða? Já, þetta var svona eins og Tommi, ég átti nú ekki skilið svona högg. Nei. En hvað, er þetta orginal tennurnar sem eru í þér? Nei, þetta er nýtt sett. Ég fann bara eina og það var ekkert þetta að nota hana. Og svo bara giska á hvernig hinn hafa lítið út. Við fyrir mér næsta, það er 2 drengir. Já. Þetta er vel gert. Ég ætla að byrja á þér núna, Sóli. Já, ég gerir það ráð fyrir því að Tommi hafi svarað því sama. Þessi var svolítið gefin. Ekkert humble. Nei, það er bara heimskulegt. Það er bara fake humbleness, sko. Sko, hvaða líkamspart af þér, Sóli, ætlaði Tommi að taka? Já. Hvað í þínu fari? Sko, líkamlega. Já, sko. Martin getur greina. Hvar á ég að byrja? Það hefum samt, sko ég er náttúrulega nýbúin að rífa mig hérna úr peysunni, sko. Þannig handleggirnir mínir, hann var að sjá það fyrst núna og sko, ég er svo lítið tjónaður, skilur þetta er svo, sér að hendurna mínar eru mjög þú veist, það eru vel með farnar handleggirnir, það er ekkert, ég aldrei fyrir saumaður eitthvað á þetta, eitthvað svo leiðis. Svo sá ég í gegnum glerið að hann lyfti og benti á olbúan. Ég ætla að segja olbúinn. Nei, hann var að tala um að hann er búin að rota nokkað, hann var í mútæ. Mútæ olbúandi, sko. Hann sagði varirna einar. Já, það er enda gott sjálf. Ég er svona með kannski aðeins þunna efrumur. Já, þú gæti bætt á hann. Ég sagði það með blöð, hann var kannski ekki auð og hann garða gresja. Þú sagði ekki hvar ég að byrja. Nei. Þess að sagði það ekki, en það eru þessar kissulu og hólmaravarir. Já, og ég er sko með það þykka varir þegar ég var með spangir á sínum tíma þá var bekkjabróður minn spurði mig eftir 2 ár ertu með spangir? Af því að það bara faldar út. Sástu ekkert? Nei, sástu ekki neitt. En hvað vildi Hólmarinn taka? Já. Það var veit hvar á ég að byrja, spurði ég. Ég sko hvort að þetta sé er þetta ekki sko, langar honum í hæðina hjá T. Steindors eða langar honum í, ég meina þú veist að rífa úr bollum, hvort þetta séu upphandleikir axlir, ég ætla að segja axlir. Hann sagði hæðin. Þú varst með þetta í byrjun. Helviti náða því. Ég sagði hæðin til vara kassin. Já, nei, brjóstinni, það var það sem ég sagði að hann myndi segja um mig. Langar þig ekki til kassan hans Sóla? Jú, það var reyndar Jú, ég var alveg til þetta tjess. Það er hæðin, þetta er alveg 2 metrar. Nei, 1,95. Já, ég var alveg til í þessa 15. Já, þú, sko hann er yfir 1,80.
Já, hann lígur náttúrulega því, hann bara lígur því. Nei Ég skal bara koma með vegabréfið mitt. Nei, herru, já, auðvitað að segja það. Ég er 1.81 en ég held að í vegabréfinu, ég held ég hafi stækkað mögulega í COVID, ég sé svona 1.82-3 núna. Síðast þegar ég svo til vegabréf, það var bara spurður, hvað er stór? Já, 1.95, ok, ég skal bara setja þetta á borðið. Ég var 1.81 í gamla vegabréfinu mínu, svo er ég mældur síðast árið 2017 og ég er 1.80,3 og ég segi nei, ég er 1.81 og hún sagði nei, 1.80,3 ég segi nei, ég er 1.81 og hún sagði ok, ég skal bara skrifa 1.81 þannig að ég er 1.80,3 En þá er það síðasta, þetta er for the win, drengir, stannir 2-2 Það er spenni í þessu Ég er bara hæðin Það var rörgum í aðtöfni Hvað við Sóla Það ég ætla að byrja á Tomma Hvað við Tomma heillar hittkynni Það getur verið hæðin mögulega því að sko þessi hann átti sig á því greinlega hvað hæðin er mikið asset því að hann nefndi það á hann og sko þú veist og svo náttúrulega ákveðið þú veist það svona sjálfsöryggi í honum sko þú veist það eins og sé það gorgir í honum sem kemur kannski með hæðinni það skemmir allavega ekki og það ákveðið svona svægi sem stóri görur hafa þannig að við þekkjum ekki þetta er annarkvort sjálfsöryggi eða hæðin ég ætla að segja hæðin að því að á skemmtistað þá sérði alltaf hennar gæða sko og það er rétt þér Sóli er komin í 3-2 bara hár rétt og einmitt gorgerinn það var ekkert í staðar það var lítill það var 1.79 og sköldáttur það var erfitt að vera 1.83 þess vegna ber ég endalösa virðingu fyrir Auðunni Blöndal sko ber endalösa virðingu fyrir Sama spurning Sóli, hvað sagði hann? Aftur, kannski Jú, kissulega varir og allt það en það er enn og aftur ekki kannski Auðun Garðagresi en Þú getur jafna þetta Hólmarinn, sko ég trú ekki öðru en í gegnum tíðina hafi Hólmarinn, sko þetta eru gítarhæfileikar eða húmor sko og ef Hólmarinn er heiðalegur, húmor Ég vil þetta vel gæst, það er 3-3 drengir Það er stórmeistar í aðtöfni Þetta er fólklu experience auðvelt þetta, sko svona, samt voru bara rosalega svona kalkulærar í þessu Já, giskuð á bara hvað gefið ykkur Nei, líka bara þú fær tvo trúnaðafinni þá endar þetta við erum búin að tala um þetta oft Svo er þetta með gítarhæfileika það er mikill miskilningur, ég hefi gítarhæfileika Ég er partygítarleikari Þú fyrir gítar eða ekki? Nei, ég lélegur á gítar en ég kann mörg lög skilur til þess að ströma Ég er ekki góðu gítarleikari Hann er með pípur líka En talandi hérna að við vorum í versinni með stelpunnar þú vorum yngri Var gítarinn ekkert að hjálpa þér þar? Þú voru mættir í partí og Nei, sko það var nefnilega þannig að maður spilaði gítarinn og svo kláraði maður partí þá var bara einn fullur gæja ennþá sem var að spila staf og hníf sko Þannig að maður ölti bara hendi gítarnum í skottið og var búinn að drekka Þannig að maður ætti að lappa heim til afa sko Uppalega pælingi var að hylla dömurnar en já, svo þurftur að standa bara 5 tíma vakt Sko, ekki allt sem maður gerir frá svona 11 ára til bara 25 ára það ekki til þess að hylla dömurnar Já, sko, til svona 35 ára Það eru reynskjörn Ég var að lausa þetta í 7 ára Eins og ég segja, hver dáð sem maður drýir er draumur konuást Það er nú þannig Með þessum fallegu orðum mættum við að fá Robin Schultz hérna Ég veit ekki eins og hvað lag þetta er, vona sér gott Kongin Svo erum við að fara í klefa og spurningkeppni Gilsarans sem hafa sendt beint frá tenni King of Comedy, drengir Þetta er til að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki beinn útsendingu núna því að við Sóli Hólm sitjum hérna í klefanum góða, Sóli Já Þannig langt sér að þú er komið hérna inn Já, hvað ætli sé langt svona, það er allavega 1,5-2 ár sko Ég er bara lengra sko Já, ég einhvern veginn bara ekki bara í gumma ben þegar ég kom enda síðast Ég held það Já, en þá varst ekki með heilan þátt með mér Nei, ég hef ekki verið í heilum þætti í mörg ár sko. Nei, en það komið tíma á Já Sko, þú sendið mér daginn þá varst að hlusta og þú sagðist þið langaði þegar þú kæmir og þið eruður að prófa að segja leiðilega sögu Já Þetta er, sko, ég hlakka til að hlusta þig taka þetta Þá ringi ég bara einhvert og þú varst að segja sögu sem er ógeðslega leiðilega en þér finnst hún æði Hefur ekki lent í svona típu? Jú, algjörlega, jú, bara leiðilega sögur eru náttúrulega og það er mitt best ef fólk er í hlátuskasti sko. Finnst þetta svo skemmtilegt Já, finnast er sko líka þegar fólk er sko að vitni einhvern sem maður þekkir ekki Þú veist, og svona þú veist ekki, þú þekkir ekki, hann er alveg ógeðst að finna og er sko, en það sem að ég var að gera sko, var að pæla í með þessu Sko ég er eiginlega búin að ákveða hvert pönslanið er sko Ok, geggja Pönslanið er, ég ætla bara að segja kannski á undan, ég veit ekki
að gæi sko sem var talaði við einhverju sem hét Sigrún en hann kallaði hana Guðrún allan tíman. Elska þetta. Ömurlega ófyndið en hann finnst það svo fyndið sko, en sko mér finnst alltaf svo gaman að ringa í sveitina. Já, viltu bónda? Helst bónda konu sko. Ok, ég prófa þetta bara. Ok, fuck, þetta er svo Ég get byrjað, þú vilt sko. Já, ert þú til að byrja það? Og ég taka þetta undan? Já, ekki takta undan, hann getur gýrast upp. Ok. Halló. Auðbjörg. Já. Hæ, þetta er Halli Sig hérna, hvernig hitti ég á þig? Bara vel. Nei, það ekki? Já, ég var að tala hérna við hana Siggu mína og hún var að segja mér, ég yrði nú eiginlega að láta við vorum að lendi í svo fyndnu dæmi. Já. Við vorum að keyra hérna á Djúpavog. Já. Nefnum það, ég var alveg pottitur á því að það væri nóg bensín á bílnum. Ok. Og svo kemur bara ljósið rétt áður að koma inn í bæinn. En ég náði nú samt, ég náði á stöðuna og tók bensín og svona. Já. Já, mér fannst bara vel að segja það frá oss. Er ekki allt bara gott annars? Jú. Ekki? Jú. Já. Herðu, já, allavega við sendum kveðjur. Já, takk. Takk, ok. Bye. Ok, það er einhver sko þingu Þýskalands viðbjóður í mig maður. Þetta er versta símtal sem ég tekið inn inni. Ég er ekki að grínast. Sko, ég veit ekki hvað sko, en núna getur þau, nei, nú líður þér vel. Já, mér líður æðislega. Já, þetta getur ekki orðið vera. Og það sem er best við þetta er sko að ég veit, þetta er kannski bara áfættistómur í mér sem grínist að hvað mér finnst þetta að fyndi. Mér finnst þetta alveg geggjað. Ég held að bara að þú var sáska með leið illa. Þú leið ömurlega. Ég náði ekki að fara inn í það sögur. Það var lélegt maður. Býtu, hvað var þetta? Bara bensínið var að klára. Og það var svo vond maður. Heyrðu, nú kem ég kem hlæjandi inn í þetta. Já, heyrðu, þetta er Ágústa og hún er á Kópaskeri. Ágústa. Já, Ágústa. Ég loksins er ég komið með rétta mannesku því Sævar heiti ég. Ég er búinn að vera að ringja hérna út af smá vesinni sem ég var í en var búinn að tala alveg lengi við konu áðan. Það var svo ekki ég. Þannig, sko, það er eiginlega ennþá verra. Nú. Sko, þetta er sko, konar sem ég þekkti aðeins í den tíð og ég ávarpa hana og tala við hana sem Sigrúnu. Sem Sigrúnu sem sagt. Já. Og ég segi, hvað er að frétta Sigrún mín og hún bara, mér fannst hún eitthvað skrítin svona þegar ég var að tala við hana. Þú skilur, þú veist sem þú finnum að bara á sér að maður er eitthvað að fara að keyra út í skurð með þetta og ég ræði lengi við hana og alltaf er ég að tala við þess að Sigrún og ég veit ekki, þú eru örugglega lent í þessu eitthvað tíma, eitthvað svipuð og Já. Svo er alltaf ægilega vandræðið þegar menn uppgöta já, þú ert ekki mér. Já, sko, þú veist ekki hvert ég er að fara með þetta því að ég er búinn að tala lengi við hana og þá heyri ég að hún er verið eitthvað skrítin, sko og sko, og það er örugglega liðnar svona 4-5 mínútur á samtalinu. Ok. Já. Og þá segir hún bara fyrirgefðu, hver er þessi Sigrún? Já, ok. Hún segir, þetta er ekkert Sigrún sem þú ert að tala við, sko. Hún segir, þetta er Guðrún. Já. Og ég er búinn að tala allan tíman eins og þetta sé bara Sigrún og trú henni fyrir mínu dýpstu leyndarmálum, sko, eða ekki þannig, þú veist hvað ég á við, sko. Já. En ég hugsaði bara, ég verð að hringja í Ágúst og segja henni þetta, bara, mér fannst það alveg nauðsynlegt, sko. Já. Segja það frá þessu, sko. Það er alveg. En hvaða Sævar er þetta? Ég bara varð að ringi og segja þetta. Mér fannst þetta einhvern veginn Sævar Sig. Þetta er alveg ótrúlega gaman. Það er ekki annars fínt bara. Jú, en Sævar Sig hver? Það er ekki segja mér sem er ranga manneski aftur. Ég veit það ekki. Þetta er Ágústa Átna, eða ekki?
Nei, Ágústa Heyrðu, ég lendi í þessu aftur fyrirgeði, nú ringi ég rétta konu. Já, ég skulle kona það. Ok, takk fyrir spjallið. Já, bless. Heyrðu, hún tók að segja lóð vel. Henni fannst þetta bara geggjum saga. Fokk, þetta var gaman, mér fannst svo, þetta vond, sko. Þetta ógeðslega vond, þetta eiginlega verra að gera þetta heldur en að hlusta á þetta, sko. Samt vond að hlusta á þetta líka. Já, ég veit það. Ég veit ekki ákveður, fyrir hvernig erum við að gera þetta? Ef það vond að hlusta á þetta og vond að gera þetta. Það bara, það ekki margt í þessum þætti sem þannig? Þetta var, leiðileg saga og þær voru leiðilegar þessar maður. Ömurlegar. Já, þetta var viðbjóður en vonandi höfðu þið gamla þessu. Bakk ekki út. Þetta eru snillingarnir Aron Kahn og Birnir. Þetta eru alveg ladringir. Þetta að Hjöppi sem að, ég vona hann sé nú að hlusta á okkur. Þetta eru uppáhaldslægi hans. Lag ársins á Dr. Fútból. Það býttu hvað okkur heyrist ekki í þér, Sóli? Nei. Það búið að kötta mig. Það voru að fara 4 sinnum inn og blöðurinn er 1 af 4 að hitta á réttamækja. Já, þetta er svona sögulega litla framfærir, sennilega. Hvað varst þú lengi að læra á takkala inn í Exi? Ég mætti horfði á 1 Harmageddon þátt, horfði bara á mána á tökunum og bara síðan þá bara 100% sko. Já, ég er ekki enn búin að ná þessu. Hvað er þetta, 13 ár? Já. Þetta er ekki hægt. Það er rosalega lélegt því að við Tommy getum báðir rakkaði niður því við höfum báðir, hann er útvarpsmaður, ég hef verið útvarpsmaður. Já, þetta er ekki svona flókið. Þetta er alls ekki flókið. Nei. Og örugglega einfaldara hérna. Það er alls konar fólk sem dettur inn. Þetta má ekki vera flókið. Nei. Þannig að hérna, þú veist, þetta er bara guli tekkin, græni tekkin. Það er búið að setja teip einhvern veginn á mækana. Það er bara vita bara þessi fyrir upp einhvern veginn. Samt text mér að glúða þessu. En það er samkongurinn. 1.79 af króknum en hefur náð svona langt. Það er bara þannig, með ekkert hár. Eru þið tilbúnir í spurningakeppni Gilsarans? Hann fekk sér einn ískaldan og tenni og sendi keppni. Og Sóli, það var svolítið að því að þú vildir the full blue experience að þú heimtaði spurningkeppnir á Gilsanum. Gæti séð eftir því? Ég byrjaði á því. En þetta sleppur alveg. Ég hef séð verri keppni frá sko ég líka þetta er enn fyrsta skipt sem ég mæti hingað sko, það sem ég er ekki bara standa undir væntingum sko þínum væntingum til mín, heldur er ég núna komið með sko börn á þeim aldri sem eru farin að hlusta og sonur minn sem er 16 ára sem er bara 4 ára þegar FN95 blöð byrjar. Mattías sko. Hann hlustar. Já, sko hann ítti á mig að koma í góðstandan. Já, djöfullir ánað með það. Herðu, eru þið tilbúinir? Já. King of Comedy. King of Comedy. Já, ég er bara the messenger. Ég er svona vonað að hittin verður aldrei sólamegin í þessari keppni. Eitthvað segir mér að það geti gert. Fyrsta spurning, myndur þú segja að þú væri topp 5 fyndnastu maður landsins? Eðlilega spurning í börnum. Hver byrjar að svara? Já, bara báðir. Ég segi nei. Fyrir mínu parta. Þú ert ekki á topp 5? Nei. Hverjir eru á topp 5 hjá King Tommy? Hjörvar Hafliða. Já. Hólmarinn. Já. Steindi. Þetta er bara the usual suspect sko. Svo Matti Dalmæ, þjálfari Hauka. Já, ok. Það er með fyndari náungu sem ég þekki. Hann er ótrúlegur. Og Þannig þú setur sjálf hann ekki á toppinni? Nei. Sóli, hvað ætlum að gera? Það er rosa skrítið að ég segi já en ég ætla að teika sko, meðan við hversu margir koma að horfa á mig og meðan við aðra sem er að vinna í þessu fæi þá hlýtur það bara að vera. Og fyrst að Tom er búin að segja það þá ætlum ég að segja já. Þú myndir fá múthæjólbóð í fésið og þú hefði sagt annað. Það væri bara astnalegt að ég myndi segja nei. Já, það myndi allir bara, þá ert ekki með trúverðuleika lengur. Það er fake Howard. Ekki halda að ég sé að henda Hólmarunum þarna á listan af því ég er hérna í beinni í FN95 Plus og ég hef sagt þetta áður on rec. Herru, það er 1-0 Mér finnst ekki þægilegt að segja það. Nei. Það er bara ekkert þægilegt í þessu þætti. Herru, þá er það næsta. Ferðu stundum með your celebrity friends til Atlantic City í gamblingferðir? Ég hef ekki gert það. Nei, er eitthvað gert það? Já, sleppið því. Þetta er borg sem þið ekki farið til. Já, ég hef bara, veistu það, ekkert það sem ég hef heyrt þessa borg heilla mig. Nei. Ekki neitt. Og ég skil ekki, við förum ár eftir ár og svo eins og núna í fyrra, þá pöntum við ekki AC því að ég og Svessi og fleiri er búin að gefast upp á henni. Þá bara gerum við ekkert. Og það er eins og þessu hópur hafi bara ekki vit á því að panta ferði eitthvað annað. Bara fara í sól, fara til tenni kannski. Atlantic City, hvað er þetta? Viðbjóður, það sem þetta er.
Þetta er bara hverfi í New Jersey, eða hvað? Já, sem að var sko, í gamla dag var þetta töff sko. Já. Þá var þetta Vegas og AC. Og þið náttúrulega á króknum, töff in the 70s, þið fréttið á þessi 90s á króknum og búin að fara bara síðan. Einmitt. Og við erum búin að sjá bara borgina declina bara með hverju árinu. Já, það er þannig, já. Þú ferð ekkert í leigubílarna sem er yngri en 20 ára. Svolítið þannig sko. Nei, svo hef ég heyrt líka sko að þetta er króksaraþeng, náttúrulega fyrst og fremst. Já. Því ég hef heyrt að mönnum fættir 94 sem er að fara af króknum. Já, ok. Sem fóru bara fyrir ekki svo löngu síðan. Það er aldrei í svona hópferðum sem sagt til Atlantic City, það var alltaf svona 4 króksarar allavega. En hvert farið þið? Í vinaferðir? Sko ég hef bara, ég fór síðast til Porto. Ok. Það var ekki það. Geðvikt sko. Þar áður fór ég til Edinborgar. Ég ætla svo við Baldur farið til Liverpool oft. Nei, Porto, London, Liverpool, Edinborg. Þetta er England, þetta er Brighton, London, Manchester. Já, þannig, já. Fótboltaferðir mikið. Já, stuttaferðir. Þannig enginn fær stig hér. Nei. Þá er það næsta. Seldur upp einhverja 50 sýningur jólinu og ert búin að vera grenjandi úr hláturinn síðan. Það er ekki að leifa Hólmarinn að byrja hann? Ekki 50, nei. Hvað var þetta marga sýningar? 34. Á hvað mörgum dögum? 30 dögum. Á 30 dögum, já. Ég verð að gefa þér punkt þarna. Nei, ég var með pubquiz á Röngan í desember, það mættu 14. Já, en stemming. Bara einu sinni eða 50 sinnum? Nei, það var bara þetta eina skipti þarna, pubquiz á Röngan, já. Ég ætla að gefa þér stig líka. Varstu ekki grenjandi hlátur eftir þetta? Skellir Það er 1-1. Ég fekk innegn á Röngan og bara allt í gangi sko. Það er 2-1. Hann setti sig ekki á topp 5 yfir. Nei. Hann er óverri ég, hann er ekki af geðbilaður. Það var það næsta. Fíla gellur þig af því að þú ert fyndin eða samblanda af amazing looks og comedy talent. Svo það það. Akkur var ég að byrja the full blue experience sko. Ég baði með full experience. Hvað var hann að tala um ekki sinnum? Hver er blandan? Fíla gellur þig sem er bara strax mjög skrítið. Fíla gellur þig því að þú ert fyndin eða svona samblanda af amazing looks og comedy talent. Það má eiginlega bæta þriðja við með Hólmarinn. Frábær mannesk. Já, topp maður. Ég myndi segja sko að þetta er eða út af húmórnum eða ekki, að þú ert fyndin eða hitt. Eða samblanda, já, þannig ég myndi segja þessi frekar húmórinn. Nei, blanda. Nei, ekki amazing looks, það er ekki, eins og ég segi, það er enginn sem snýst úr hálslið þegar ég mæti á stað þar sem enginn tekki mig. Já. Það er enginn sem hugsaður, wow. Hvað gefur þér frá 0 upp í 10 í útliti? 7, já. 6, 5, 7. Það er above average. Já, 7. 6, 5, 7. Ég er bara svipað og svalur. Já, en það er kannski, það var ekki ástæðulausi þegar í þekkjur eða ekki áðan að ég hafi sagt að það er húmórinn sem heillar við Hólmarinn sko. Þannig að þið fáið báðu stig. Nei, þetta er punktur á Hólm. Nei, Tommy, þetta er að væla sko. Þetta er sko, ég held að sko, Tommy er náttúrulega rosalega skemmtilegu maður. Við getum saman ég ætla að henda punktan. Það færi stig hérna. Herðu þar næsta, heldur hún að vera að gigga í fleiri brúðköpum árið 2024 heldur en King Richie? Og þá var hann mættilega að tala um Rikka G. Já, ekki séns. Nei, ekki séns. Það er ekki séns. Er hann ekki að taka svona 25-30 brúðköp? Hann er bara búin að eigna sér brúðköpsleikin sko. Já. Það er með þetta kombo. Hann er líka með tilbúð. DJ. Það sleppir ekkert við það sko. Það er margir að hugsa svona ég er geggjaði veistlustjóri, já en eftir DJ líka. Nei, ok. Það er ekki. Þá byggir Ritzi, ok. Ég veit að bransinn nötrar yfir þessu því það er ekki hægt að keppa við þetta. Það er bara þannig. En svarið mitt er nei. Hann er nýlendur í Þýskalandi, hann er farinn á sækja punktana. Skellti sér í morgun. Herðu, þá er það næsta. Er meira. Ok. Já, það eru 3 réttir. Ok. Fyrir utan að vera stand-up comic ertu líka rithöfundur og söngvari. Sko ég myndi ekki segja ég er náttúrulega í rithöfundarsambandinu. Já, búin að gefa út nokkra bækur. Og ég syng mikið. Þannig að þú veist, þetta er ekki, þú veist. Þetta er stigað, ekki? Já, þetta er ekki góðu söngvari. Skilur þú, hann er ekki eitthvað frábær. Ertu líka frábær söngvari eða góðu söngvari? Ertu söngvari? Já, ég held ég verið að titla með það. Því ég syng mjög mikið í sýningum mínum, hann að já. Tommi, hvernig er röddið þín? Kanntu að syngja það? Þú ert örugglega fínn söngvari. Borgin fallin, sólin. Ég tók þetta síðast í blöðkastinu, já. Ég er með pípur, en ég er ekki rithöfundur eins og Hólmarinn. Nei, þannig að þú var ekki punkt þarna. Nei, ég náttúrulega hef lesið
sko æfisögu Gylfa Ægis. Þú einmitt. kerið Þú það varst líka með netuna eða ekki? Jú, Netan, já. Hann gaf út æfisögu 20 eða eitthvað 24 24, já Er það Hann var mjög sko mikið niðri fyrir, hann var að klára þetta fyrir 25 ára Er það svo yngsti sem við rendi í æfisögu? á Íslandi, já, pottjett. Það okkar maður, sko Algjörlega. En já, þú lesi Gylfa þá ungur, það er 2009 eða lasta hann kannski. Nei, ég var að henda henni bara 2012-13. Já, einmitt, akkurat. Ef maður myndi gera þetta æfisögu þyrfti maður ekki að bara það er vondaðir, þú ert að henda öllum undir lestina með þér. Jú, svolítið. Og ef þetta á að vera alveg æfisögu Já. þá þarf þetta að taka bara allt. Já, algjörlega. Og það var að góða við Gylfa Ægis til dæmis, hann var búin að vera edru í 30 ár þegar bókin kom út, það er meira og hann búin að standa löngu ímyndaði sko, hvað eru margir þriðjudaga búnir það sem hættur að lítill líðir sko, hann lit allt flakka sko. Já, hann var Gylfi tells it all sko. Já, ég fíla það Gylfi, já, Midnight Nasty Herðu, hefur þið fengið the great honor að vera bókar og gigga á Benidorm eins og King Bleu og Stoney, guð mig góður þessi viðbjóður hafið þið skemmt á Benidorm? Nei Það er náttúrulega bara rjóminn sem tekur það King Bleu, Stoney Það er engin rjómi við það að skemmt á Benidorm tristið mér Ég bara vona að ég mun einhvern tímann fá tilboð að koma mér hefur verið boðið að skemmta hins vegar á Torri Vekka, held ég Fórstu ekki? Nei, komst ekki Nei, þá er það síðasta hefur orðið lucky af því út fyndin Það er síðasta spurningin hérna hjá okkar manni frá tenni Hólmari Það er bara þögn í stúdíónu Þetta er alveg nú skil ég held ofta að þið verða að leika að vera pyrraðir Nei, þetta er bara, þetta er ógeðslega skrítið Auðvitað Þú veist, hvað maður, þú veist ég var að segja það samt að það sem að fólk heitlast af að eina sem ég keyra á er húmorinn þannig að þá lítur þetta að vera og ég trú ekki að Tómas ætla að vera það óheiðalegur að halda þið fram að það hef ekki Nei, ætla maður að hafa ekki slísast til þess kannski einu sinni tvisvar Það er búndur að báða Þetta er ekki hægt Nei, þetta er bara ekki hægt Nei, það er eiginlega jafn óþægilegt að sjá þetta Ég skil ekki Ég er með þakklandi fyrir Gilsaran Já, hittin var dálítið Hólmara megin Næst bið ég ekki the full experience Það voru ekki spurningkeppni Gilsaran næst Full experience mínus Þetta var reyndar, sko, meðan við það sem maður hefur heyrt hérna Þetta gæti verið verða, sko Þetta var allt í leið Það er líka svo fyndi, ég hef rætt að hérna útvarpinu að þegar við Steindi hefur hort í augun og agli og bara svona, herðu, nennir að gera með greiðan og hætta með fullt að þessu dæmi og ég alltaf bara, já svo bara byrja spurningkeppnin og bara fyrsta spurninga er bara áttu hreindir eða ertu moldrík og skemmtikraftur og ég sé bara eitthvað deyja í andlutinu á Steindi Þetta er ég svona sem harðasti fyrir maður landsins harðar en Baldur Kristján til dæmis þá er þetta eitthvað með upp á sliðum er spurningakeppni Gilsaran sko Já, Baldur er ekki sammála þessu reyndar á sér harðasti en eina sem að maður hefði getað fengið væri spurt og svara líka Talandi viðbjóðum Jæja, herru, vitið hvað er næst? Það eru sturglaðar staðreyndir Það er að koma næst Það er ekki einn róðleikir Er Horseman Year Það er Horseman Year, hættu ykkur fast Þeir eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Þess að hann er slúðurinn aðan Justin Timberlake með Jay-Z hér, Holy Grail langt sinni hlusta þetta lag en það er Hvað er að gerast hérna? Sko það er ljósja mér þá er kveikt á vægnum mínum Ég veit það Þetta er ekki hægt Þetta lag hefur fyllt þættinum lengi Það var það sem ég var að segja Þetta er bara comedy á Heyrist það frá Já, þetta er bara comedy Já, aðeins að stríða Hólmarónum Það kom, sko, ég er nýkomin heim frá Þýskalandi Þið verða að gefa mig smáslag Þetta er búið að vera erfiður Jó, ég gefði slaka En þú ert að fara í sturglaðar Já Ef það er ekki einn Horseman Year Það er hrossakittur Já, löpu út Já, ég lappa út Þá sitt ég einn hérna Já, þá situr einn hérna Er þið tilbúinir? Já Og þið fyrir að spotta hrossakittur Ég er harðasti sturglaða starrandi maðurlandsins og hef verið það í 13 ár núna Hér kemur fyrsta Að sturta niður með klósettið lokað fækka bakteríum 60% Horseman Year, nei á baðherbygginu þínu Já, ég trúi því alveg Gerir þetta einhver? Þetta segðu þetta áttur Ef þú lokað bara klóstinu og svo sturta niður Já, ég sturta maður ekki alltaf bara leiðum að stendur upp Jó, þetta er svolítið hannig En það getið fækkað bakteríum 60% Stundum mögulega, sko, er maður að pissa standandi Já er svona að klára, byrja að sturta þá niður og tekur sjensin, sko að klára sig þessu droppana í sturt Ég kannast við það Já Þekki það Sko, ég reyndar, sko heima hjá mig pissa ég alltaf sítjandi, sko
Já. Það er bara hóttvara. Eru menn í því? Ég byrja, já, ég gera það. Ég er búin að gera það í svona 24 ár. Þetta ákvöru? Þá tæmiru, þá er minni líkur á að þú fóði krabbamein í blöðruhálsin. Ok, þá sé ég að byrja á því. Já, þú tæmi betur. Já, dropandi blöðari, þú þekkir það nú. Droparum fækka. Já, þetta er bara þetta sé allir þakkværa skurðlæknar mæla með þessu. Pissa sitjandi, en maður gerir það alltaf ekki á bar eða veitingastað, sko. Nei, salerni, svona closet, þá sest ég. Pissuskála og það. Ég sest ekki á pissuskála. Ég ætla að vona Þá ég gerir það standandi. Það var ég ógæslega. En sérst á closet hvar sem er. Nei, að gera það. En þú setur pappír. Getur þú ekki sest? Nei, þá pissa ég bara standandi frekar. Það bara pissar standandi. Þú veist, já, þú bara gerir það. En dropanir, þeir eru ekki vinstæðilega á neinu heimili. Nei. Ég hef ekki fundið það heimili hinga til. Nei, ég fann að kenna Tetta-greinu þetta að það er ykkur dropar hann. Já, þú bara kennur hann pissa sitandi. Miklu betra. Nei, ekki gera það. Þá getur þú ekki klintist á hann lengur. En ég er spart að byrja. Já, ekki byrja. Lifiðu lengur. Ég ætla að taka þetta eftir. Já, ángríns. Við erum að vinna svolítið með 60% einna því að 60% af öllum NBA-leikmönnum lýsa sig gjaldþrota 5 árum eftir ferilinn og 78% af NFL-leikmönnum 2 árum eftir ferilinn. Þetta er bara fakt. Þetta er rosalega háa tölur, maður. Ég hef ekki endilega þessa tölur. Þetta er svona þekkt. Já, þetta er þú veist bara hvort Já, ég veit þetta. Bara 78%. 78% er helvíti mikið. Það er mjög auðvelt að henda NBA-leikmönnum undir útina einhvern veginn bara hvað er kunni ekki að fara með peninga en gefum við það, þeir fá $10 milljónir fyrir kannski 2 ár bara eitthvað svona meðal NBA skussi sko. Já, það er bara staðrænt $10 milljónir fyrir 2 ár sinnum 130 Já, færð, þú veist að þetta er ekki borgað mánaðarlega þetta er eingreiðsla einhvern veginn árlega sko. Já, er það þannig? Já, þetta er ekki mánaðargreiðsla sem er Premier League, það fyrir vikulegar greiðslur en það á $10 milljónir bara strax 50% skattur farin, $5 milljónir Svo er það með umbásmann 20% af því farið Svo áttu frændu vin Þetta er ótrúlega auðvelt Þannig að það er bara helviti gott að þið ná að eiga eitthvað í ár Já Svo eru menn alltaf með svona posi með sér og að sjá bara það bestu vinnu sína Svo ertu bara með alla vinnuna Nei, svo er bara það líka bara að eiga stórt hús bara þó þessu Íslandi Það er dýrt að reka stórt hús Fráveitigjöldin Já, fráveitigjöld, fastegnagjöld og allt þetta, þú veist, bara það er dýrt. En sko, þú opnaðir það hans fyrir mig þannig, þegar þú segir þetta svona þá, ok. Herru, það er næsta, Twitter, Messenger á Facebook, Wikipedia og AOL hrundu daginn sem að Michael Jackson dó út af traffic. AOL? Ég veit ekki eins og hvað það er, það fylgdi þarna. Nei, nákvæmlega, það hefur ekki komið upp síðan. Það hrundi bara officially. Já, þú gast ekki farið á Messenger, þú gast ekki farið á Wikipedia og gast ekki heldur farið á Twitter. Sko, það er manjörlíkt af þessu. Er það? Ég fæst manjör. En þetta er samt svo eitthvað, þetta er svo lélegu manjör, því að þú veist, þetta bara meikar alveg. Jú, blöðurinn Haraldur C. Jackson maður landsins. Jú, smá manjörlíkt, en ok. Ok. Já, ég finn líkt. Ég ætla að heyra allar Já Ok, Ronald Reagan og Gorbachev fórseti Rússlands gerði á sínum tíma samning 1985 að vinna saman ef að geimverur kæmu að ráðast á jörðina Þetta var undirritað samning Það finn ég meiri líkt Þetta getur ekki allt verið manure Nei, en ég fann ekki líkt að hinnu Þetta sniffa? Já, ég er að sniffa Það er eitthvað fnigur hérna Er þetta rossaskýtslikt? Ég veit það ekki Ok, það er næsta Madonna lag einu sinni fake útgáfa af plötu sinni á netið vitandi að hakkarar kemist yfir hana og í öllum lögum söngum What the fuck do you think you are doing en hakkararnir lágu svo alvöru plötunni á hennar heimasíðu með fyrirsögninni This is what the fuck we are doing Þannig að Ég er eiginlega að setja fakta á þetta Reglan er ekki fokkja hakkurum Nei, en samt ekki fokkin Madonnu heldur Það er enda alvöru queen sko Herðu, báðir foreldrar Jack Black eru geimvísindamenn og unnu að hönnunni á Apollo 11 Já Þetta er alveg rosalega líklegt Hann er svona ekta krakki sem fekk sko óheftan aðgang á tölvuleikjum Hann er snillingur Hann er nefnilega snillingur og gerði vel Hann er nefnilega mjög klár sko Ekta gaurið með sko að þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur en hann gæti gert það sem hann vildi sko Allt í hans fari bendið til þess að hann hafi haft það fínt Hann var fyrstu til þess að fá Led Zeppelin til þess að leifa lag í bíómynd
og hann sendi sjálfur var hann suðið þeim? Já, hann sendi kveðju með öllu liðinu eitthvað fyrir School of Rock. Já, bara virðing á Jack Black sko, það er gett FM Bjallan. Og síðasta sturlastaðurinn dagsins Sean Hannity vann fallegasta nafli heims 8. árið í röð núna 7. janúar. Nú byrja ég eitthvað drengir, hvað er svona kjátt að það getur ekki verið mannjör því það er ekki hægt að semja þetta þetta er sko blöð með geggja ímyndunarafl en þarna drýmörkin já, það er ekki hægt að semja þetta hvað heitir hann? Sean Hannity heldur að blöðurinn hafa verið á hann á lífa Sean Hannity, nei Sko, ég spyr hvað þessi kjátt að sko, ég fann rosalega Jackson á Jackson ég ætlaði að velja það sem koma eftir sem var aftur hvað? Með Ronald Reagan og Gorbachev Já, ég ætla að velja það Þeir eru að geta samningu með að kemur geimurur og myndi að vinna saman Já Og hvað segir þú, Tommy? Ég ætla að bara treysta mig Með Jackson? Með Jackson Nei, Sean Hannity hefur aldrei unnið fallegasta nafla heims 8. árið í röð Það var rosalega Bjóstu til naflið Sean Hannity? Já, þetta var Það er ástæði fyrir þetta er elsti og virtasti liðurinn sko Herðu, við skuldum auðlýsingar Hann er mér alltaf Svo er það, hvort myndur þú frekar og það er King Tommy Steindó sem er með það Já Er allt tilbúið þar? Já, það var outsourcað, já það er tilbúið Jæja, náðu þessu núna eða? Núna það ekki? Bingo í sal Hér er Hólmarinn Það eru allir mækar uppi Og ekki vitlaus mæk líka uppi Nei, þetta tók mig bara 1,5 tíma hérna En við vorum að ræða hérna Full Blue Experience á Thomas Steindós Því að Sóley, þú var nú komið, þú varst nú mennir að mánudöfum Já, ég var að reikna þetta Þetta sé svona mín einhvers staðar á bilinu 10. til 15. heimsókn Ég er fyrir 9 blöð Það varstu þá búin að reka Bubra og Það var ekki eitthvað í sjónvarpsvesinni einhverju Já, þú tókst við á honum Alveg eins og Steindi tók líka við að hjöppa á 50. Einmitt, En það eru hraðaspurningar Því að þú hefur ekki komið F9 blöð áður og þá færð þú hraðaspurningar hér Við ætlum að kynnast Tómar Mæs betur Fólk að núti Og hlustundur Já, og hlustundur, þú aðeins að fá að kynnast okkar manni Og viltu plugga þættinni innum á X-inu? Já, ég er bara alla virka dag á X977 millir 9 og 12 Og litlu stóri, það er fyrstum, bolti lífur ekki Það er karvand alltaf mikið líka Allt er ekki með Thomas Steindós, eða ekki? Það er brandið Ég tala brandið, stóra brandið er útvarp Thomas Steindós Svo koma, hinn eru þessir einhvern veginn inn En stóra brandið er útvarp Thomas Steindós Já, mitt Og þetta er allt mitt og ég ræði öllu Ok, þá ætlum við að kynast þetta, tilbúin Það er ekkert að svara vitlaust og þú bara átt að segja fyrsta sem þetta er í hug En á ég að tæma hugan? Já. Tæma hugan alveg Hann hefur hlustað á Við erum með diggan hlustanda, við erum með aðdáðanda í sal Ertu tilbúin? Ég er tilbúin Besta bíómynd allra tíma? Old School Já, gott svar Uppáhaldsmatur? Pizza Uppáhaldsleikari? Pittarinn Hvað drekkur á djaminu? Bjór Lið í ensku? Vestam Hvað kveikir í þér? Hólmarinn Hvað er mestu töðarhæður? Mesti töðar á mér gaurar sem kunni ekki að spila á gítar en eru alltaf að spila á gítar Ég lendi mikið í X977 stúdíónu Það eru gítarar þar Alltaf gaurar sem kunni ekki á gítar, þeir fara að klára á hann Það fyrir ógeðslega í töðar Já, ég skil það, umulegt Upp á sjónvarsþáttur Hvað kom fyrst í hugan? Kom Breaking Bad poppað upp sko Það er Prekabóringsvar en já, það poppað upp Hver er þinn helsti veikleiki? Meðverkni En þinn helsti styrkleiki? Swag Áttu hlutabref? Nei Hvar líður þið best? Með Rafnildi Og hver er Hanna? Vinnin stig Leðinni heim Jesus Fallegast staður landsins? Siglufjörður, það er mjög fallegur Ok, hann slappar ágætlega frá þessu Mjög skert Og líka bara gott að þetta ekki grifin að segja hella Já, að því, sko, ég hugsaði það En hella, svona, erfitt að segja að sé fallegur Við erum vissulega með áin og það er Hella versus Hvolsvöllur Það er bara heiminn að hafa þar á milli Við erum með rangana þarna í gegnum bæinn Það er mjög falleg aðkoman að hellu Þess mér Já, og er það En ég man, sko, ég fór að Sigló og hafa aldrei farið Ég fór að það fyrir 2 árum Já, Sigló er alveg Það er miklu réttara svar, sko Já Hvað er Hólmarinn þar?
Sko, það er alltaf með langar rosalega að segja Hveragerði, sko. Já. Þú veist, verandi Hverageringur og... Veitu, hvað ertu gaman fyrir að flytja frá Hveragerði? 5 ára. Já, ok, þannig varst ekki það. Nei, ég tala mig upp, mér veist fítna að vera utan á landi, heldur Reykjavík. Ég hef aldrei verið í skóla þar, sko. Þú ert einn af þeim. Það er annars sem aldrei fyrir töðunar. Já, þykist utan á landi. Sem bara úr Grafavoginum. Fættist þar og búið að vera þar allir sinna ævi. En eitthvað svona amma þeir að bjóða á Eskifirði? Ég er Eskfirðingur. Já, þú getur ekki alveg sett mig undir þetta. Því ég er með, sko ég átti og á föður sem var í Hveragerði og er í Ölfusi núna. Þannig að ég, og allt mitt fólk. Þannig að, og ég bjóð þarna sjálfur. Þannig að, en ég segi, ég ætla að segja Hveragerði. Hvað áttu mörg systkini? Ég á bara bræður. Bara bræður? Já, og þeir eru 3. Þeir eru bara 3, sko. Ég tala alltaf í uppistandurinn mín eins og ég er svona 50. En ég hef búin að búið til fleiri börn en pabbi, sko. Já. Það er nú þannig. Þú ert komið að hvað, 5? 5 og hann á 1 hjónaband á mig. Já. Ég er sko með 2 hólf, sko. Ég á bróður sem er 2 ára. 3, 5 og 9. Í alvöru? Seinna hólf. Það er rosalegt. Já, einmitt, af því það er sko milli yngsta og elsta hjá mér eru 14 ár. Já. Hjá mér, það er ekki neitt, sko. Nei. En eru þið hætti sjálfur? Ætli fleiri börn? Ég segi aldrei segja aldrei? Nei, aldrei. Ég var, sko. Aldrei segja aldrei. Nei. Ég segi ég er hættur. Já, og bara, já, það er leiðilt að hafa sagt þetta, þá veit barnið sem kemur og það átt ekki að koma. En það er svo sem getur allt gerst. En það er nefnilega ekki til 8-mannabílar, eða? Þetta eru 7-mannabílar. Já, en núna er sko elst er að fá bílpróf. Já, elst er að fá bílpróf, þannig að ég fer að losna á það. Átögulega eitt inni með því. Já. Það er að losna sæti í bílnum. Já, nú geturst við Tomma hans betur og hann er eitthvað stressaði með kortmyndur frekan, ég ætla ekki að sleppa honum með það. Nei, hann tekur það hér eftir smá. Ég tekur það bara, já. En hér kemur línan sem að Sólu Hólm hendur helviti oft í. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttul sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og já, það er komið að King Tomma. Hann ætlaði að henda í kortmyndur frekar hér. Já, kortmyndur frekar, sko. Ég er náttúrulega... Þú búin að afsaka þetta allan þáttinn að það er afsaka þetta og ég meina ég fæ kallið í hátteginu. Ég er þráin orri landsliðsins, sko, já, akkurat. Og það er mjög erfitt líka Er hann til í alvöru? Já. Ok, og fæ kallið í hátteginu. Hitt og svo Lífa 1. Og þá er maður með Hólmarinn í Ríka G eftir í 2,5. Það er erfitt einhvern veginn að fókusera að semja eitthvað á miðan. Þannig að ég outsourcaði þessu til minn manns, Rúnar Smári Jansson. Og hann laumaði þetta, sko. Og þetta verður 3 kortmyndur frekar. Það er gott, hvað maður? Sko, hvort myndir þú vilja vera með sko 50 cm lengri fætur eða 4 hendur? 50 cm? Já. Bara, ok, þá er ég orðin 2,30. Já. Með samt sömu lengda efri búk. Já, þetta er bara fætur. Þetta er bara lengda fótum. Sko, ég myndi velja það samt. Að því að þú veist, þú vilt ekki hafa 4 hendur. Það er svolítið skilja. Við erum að tala um 4 sem mjög funkarandi hendur, sko. Hina 2 virka vel og það sem við erum með núna. Er þetta góða byssur og allt bara? Já, bara þá get ég til dæmis lamið því í tætlur. Ég myndi kýla það með 4 hendur. En betur, hver það er? Steindórs vs. 4 handa Sólu Hólm. Ég myndi ennþá treysta mér til að berja. Já. Ég er klítið í pungi með einni, ég er að hamra í andliti með einni. Þú veist, svo er það tvær sem ég get bara leikið með, sko. Já, ég er svona... Já, ég verð að taka 2,30. Já, algjörlega, 2,29, 2,28. Ef það er einhver að núti með 4 hendur, þá ætlum við ekki að móðga það fólk. Ég held að sé enginn hlusta með 4 hendur. Það er enginn í heiminum með 4 fungerandi hendur. Ég get alveg lofa þér því. Býttu samt, þeir segja það. Það er bóttið einhver tilbúin að móðgast fyrir hönd einhvers út í heimi sem hefur 4 hendur. Nei, nú erum við alltaf bara EM í handbolti í gangi. 4 handa leikmaður. Markmaður, 4 handa markmaður. Sko, nei, ég er að spara að taka 4 hendur. Þú gætur búið til alveg peningur. Ég var að biðja meiri sentimetrarnas Tómas Steindós á hann og hann var að ég fekk skilabóðum það að hann að vera að hæðar smána mig með að ég var hérna frammi á hann. Og þannig að ég tek þessum 50 centimetrum 2,30 og ég er að fara að pakka þessari söpveitdeild saman. Næsta uppisandi Hólmarinn er að mæti 2,30. Það voru leið, það voru mikið leið.
Eða þú kemur 4 hendur. Já. Ég tek hendurnar. Þú tekur hendurnar. Já. Verandi 195 en ég myndi drepa fyrir 10 cm viðbót. Já, en 50. Já, nei, það er ofstort. Það er byrjað að valda mér einhvern veginn bara vesen. Þú getur ekki ferðast. Nei. Til dæmis það. Sko, ég bara 230, þannig að það er ekkert mál. Nei. Ég bara svona þægilega hæð. bara í Shaquille O'Neal hæðið sko. Herru, hvort myndur frekar vilja vera með skott svona eins og hundar Róu. Já, skott eða hotn eins og hrúti? Þarna tekið Þá erum við að tala maður getur falið skottið Já, þú getur verið bara í góð, vel pókuðum buxum, teipað skottið við lærið á þér og það er þetta smá, þú nær sennilega ekki að beigja það alveg niður, það er alltaf smá dindill sem stættir út, sko. Það er smá dindill. Já, en hotnin er ekki bara fullt af einhverju fólki sem er að láta setja þessu hotn og eitthvað svona í dag. En þetta svar, svo sem ykkur kemur ekkert óvart þannig, svona gauðra sem fikta alltaf mikið í tippin á sér. Það er bæði að fikta í hotni, nei, í tippi og í skotti. Hvað er að segja? Ég er mjög lítið í því að vera fikta. Ekki óvart að við viljum hvað fikta þá. Hólmar alltaf aðeins að fikta í tippin á sér eitthvað. Af Hólmari kannski. Sko ég heldur enda að þú væri rosalegum á hotn. Er það? Ég held að þú væri svakalegum á hotn. Ég held að færi þér í ándjóks vel. Já. Erum við að tala um svona hrútahotn, snúin, eða erum við að tala bara gimbur? Snúarhrúta. Það er ekki gimbarhotn, þetta eru hrútahotn. Ég verða að fara í skottið samt og fjöla. Þeir hafa samt, þú veist, blöðarinn tók það ákvörðun að það að mista árið, tók hann húu ákvörðun. Já, höfðfætt, já. Ég er svolítið með húuna. Já, en hotn, svona sem gimmick, það þurftir ekki húu. Það var engin að pæli að það var ekki með hár, það var alltaf bara svona, hei, þetta eru næs hotn. Þetta er solid hotn sem að gæðinni með. Já, ok, þeir eru búin að segja mér, ég ætla að taka hotnin. Ég rættu við skottið. Ég var ekki búin að svara, ég ætla að taka róuna því ég held að hotnin færu mér ekki eins vel. Nei. Hvort myndur vilja eyða helgi með Bon Jovi eða Elon Musk? Þessi rosti, þarna verði ég að fara í Bon Jovi maður. Ég er sammála því að ég held að Elon Musk sé skrítin. Ég held að það sé ekki skemmtilegur. Bon Jovi er næs gæi. Þegar maður að lesa þá var hann líka í einhverjum harðar efnum en bara bjór sem ég fyrir sko. Já, hann er minnst í bjórnum. Elon Bon Jovi, hann kemur beint frá New Jersey, ekki tengt við hann. Ég sá eitthvað vídeo og TikTok sem hann var einhverju brúðkaupi. Hey, did you know I made lyrics with your song? Always. Sverri Bergman. Ég myndi gefa blöðurinn shoutout þegar ég myndi hitta hann. Þú veist, ég held bara líka að Bon Jovi sé svona, hann er til dæmis sko, þú veist, ég gaf mér 7 sem svalur, Tommy gaf sér 8. Bon Jovi er alltaf 9-5 sko. Já, klálega. Hann er bara með þetta. Já, það er þannig. Hann er svona genuinely svalur. Hinn er eitthvað svona... Hann er eitthvað svona fyrirlegur. Og ég myndi alveg fíla að hitta hann. Já, ég myndi alltaf taka Bon Jovi. Það var nú í einni af þessum AC-ferðin. Það voru við á leiðinni til New York á Bon Jovi í Madison Square Garden og hann fekk hann bronkitis. Og hann voru Þú er ekki séð rattlaus bara. Aldrei síðan live. Og við fengum með hann ekki endurgreita því að hann cancelaði ekki, hann færði tónleikana. Ný sería veistu það, þú gerði mistök Tommy með því að segja að þú hefur outsourcað þessu. Þú ættir að taka kredit af þessu stundlu. Ég vil bara gefa shoutout á Rúnar Smári Jensson vinn minn sem ég outsourcaði þessu. Er þetta sunnlendingur eða? Já, þetta er kvöldsvilding. Við þökkum honum fyrir þennan lið. Takk fyrir. Nú ætlum ég bara að spyrja ykkur drengi, það styttist í lokin af því ákveð, hvernig er helgin? Er það KPMB á mig í kvöld, Björn Bjarnason upp í stand hérna bjó. Ég ætla að sjá hann í fyrst skipti, hann er stundum mætt til mín útvarpið skemmtlegur. Ég ætla að sjá hann í kvöld. Ok, og hvernig er lögadagurinn? Hann er slagur, nú er ég bara að fara beint heldur bara á Just Winginit, shuffleboard, vangir, hotli. Þú ert ekki líka að fara á hérna útvarpið við hliðina? Jú, ég ætla að taka kortið þar. Sjötti þátturinn í dag. Þetta er the hardest working man in showbiz. Já, við verðum að gefa hann það. En það er gott að maður fara þá allavega vel greitt fyrir þess að auka þetta sem maður er að mæti. Já, það er þú ert í sem fyrir peninga. 1, 2 og 3. Þetta er helginni á King Holm. Hún er frábær. Það er rólegt í kvöld. Bara njóta föstudagskvöldi sem í fjölskyldunni. Þetta er fyrsta skipti í 9 mánuði sem getur tekið vikuna. Nei, bara síðan 22. Annan er ég, desember sem sagt, er ég búin að vera bara í fríi frá því að skemmta. Og alltaf vera það í allavega mánuði viðbútt. Svo á morgun er ég með matabúð. Það sem ég ætla að bjóða upp á fyllt lambalæri frá Kjarnafæði og svo hvítlausa rækjur í forrétt. Desertinn kemur ljós. Ég er að fara að elda þetta allt sjálfur. Ertu að græða þetta sjálfur? Ertu alveg kokkur eða? Ég á mína spretti, já. Já, en þú Tommi, ertu að
Hendi eitthvað? Nei. Jú, Hittar pítsu. Það verður svolítið sama Ég er með það sem kallast feitibólapasta. Hvað er það? Rjómapasta vantala? Já, og svo kaupir maður piparostinn, hittar hann í rjóma, mallar það í einhverja sósu, í pastað, feitukrækkapasta. Já, ég get ekki einu sem hendi pasta ég er svo lélugur. Er það? Já. Það er það sem ég er að fara að gera Þetta stóð ekki í vikunum á mér, þetta pasta. Já, Sóli kannski fara uppskiptinni það, finnst það nú svona góður? Nei. Bara rjómið Heldur ekki takk framlega fyrir að koma hérna og bjarga mér vonandi Steindi að jafna sig. Við erum að skemmta Þú verður ekki bara fullu bátu næstu helgi eða? Það er fullu bátu næsta föstudag, en við minnum líka á blökasti á Þá máttu spyrja okkur, are you ready? Og Tommy, við verðum Þið verðum tilbúinir. Það er bara þannig. Heiður að fá okkur drengir, takk kjærlega. Ég góða helgi og þið líka kæru hlustendur. Við ætlum enda þetta á Rotter. Fút og hlust á Skvíkla var hann undan. Heyrðust. Nú skóla, mátt bóka, allt er kóka